Hér ætla ég að fara yfir byrjun sem heitir Stafford gambitun og er hættuleg lína þar sem svartur fórnar peð í byrjuninni og fær frekar virkt spil og mjög hættulega sókn ef hvítur veit ekki nákvæmlega hvað hann er að gera. Þetta er lína sem er oft telt sérstaklega mikið hjá byrjunum vegna þess að hún er frekar einföld en getur verið mjög hættuleg og erfitt að svara henni. Skákin sem ég ætla að fara yfir í þessari línu er skákin frá landsmótinu 2023 þar sem Karma og Tristan voru að tefla bráðabanna hver yrði landsmótsmeistari í 1. til 3. eða 4. bekk, ég man ekki nákvæmlega hvaða bekkur það var. Skákin byrjaði svona: E4, E5, riddari F3, riddari F6, riddari drepur E5 og núna venjulega ef svartur myndi leika D6 í þessari stöðu myndum við bara fá upp venjulegan Petrov eða rússneska örn, en í staðinn lék Tristan riddari C6 og núna er hvítur í þeirri stöðu að ef hann bakkar með riddarann þá drepur svartur einfaldlega á E4 og vinnur peðið tilbaka, þannig að hvítur er í raun og verið þvingað til þess að drepa C6 og svartur drepur með D-peði. Svartur drepur frá miðborðinu en aðal hugmyndin hjá hann með því að drepa á C6 er að þá getur hann opnað fyrir drottningunni seinna meir og einnig biskupnum hér sem getur valda núna G4 reytin. Hvítur leik í þessari stöðu riddari C3 sem er bara mjög eðlilegur leikur og valdar E4 peði. Svartur leikur núna biskup C5 sem virkar biskupinn og núna í þessari stöðu er að í mínu viti eðlilegasti leikurinn biskup C4 bara nánast tapleikur. Hvað er svona rangt við að fara út með biskupinn? Virkjan, hvítur getur kannski næst leikið D3, hrókerað, það virkar eins og ég segi ekkert rangt við þetta plan. En það sem gerist núna í skákinni er að svartur er búin að virka þessa tvo menn og biskupinn hér valda G4 að svarta sóknin heldur núna bara frekar einfaldlega áfram. Svartur leik núna riddari G4 og hótar F2. Ef hann í staðinn hefði leikið drottning D4 þá hefði hvítur einfaldlega geta leikið drottning E2 og ef svartur hefði drepið á F2 þá hefði hvítur drepið tilbaka og þá var bara jafnt á peðum. En svartur vill meira, hann vill reyna að fá eitthvað meira heldur en að vinna bara peðið tilbaka. Þannig að hann lék riddari G4 og núna er smá erfitt að valda F2 peði. Eina svona eðlilega leiðin er að hrókera sem valda núna F2. En gallinn er núna sá að svartur leikur er einfaldlega bara drottning H4 og það er ekki bara það að við sem endur nýja hótunina hér á F2, það er líka komið ný hótun sem er bara mátið á H2 og hvernig getum við svarað því eða samtímis? Það er því miður ekki í boði. Þannig að hvítur varð að leika H3 til þess að verða ekki mát og svartur drap núna F2 og hóta drottningunni og þegar drottningin fer þá drap svartur á H3, kongur hér, skák, hérna og mát. Og þetta er skákin eins og ég segi sem tryggði Tristani sigur á landsmótinu. Og eins og ég segi þess vegna er rosalega gott að þekkja þessar hugmyndir fyrir hvítan á móti þessu vegna þess að þetta getur verið eins og í þessu dæmi mjög hættulegt. En hvar fór svartur hvítur afleiðisminni við? Ef við bökkum í þessa stöðu hér þá vitum við núna að planið hjá svörtum er að leika riddari G4 og einfaldasta dæmið er að við þurfum bara að koma í veg fyrir það. Ef við leikum eitthvað eins og D3 völdum við núna E4 en komum ekki í veg fyrir riddari G4. Ef við leikum biskup E2 þá mögulega völdum við G4 en svartur getur samt kannski leikið H5 eða jafnvel drottning D4 og unnið E4 peðið tilbaka vegna þess að hann hótar máti og þá er eiginlega bara einn almennilegur leikur eftir sem er að valda G4 reytinu og hvítur gerir það einfaldlega bara með því að leika H3. Núna heldum við ennþá möguleikanum opnum út að fara með biskupinn ef við náum því og líka núna ef svartur leikur eitthvað eins og drottning D4 sem hótar F2 og E4 getum við einfaldlega svarað þeim með drottning F3 og núna er allt valdað.
Núna getur hvítur haldið áfram með að leika D3, biskup E3, langkrók það jafnvel og það engin vandamál í þessar stöðu. Þannig að mitt svar gagnvart þessu Stafford Gambit að leika riddarann út eins og Karma gerði, en þegar svartur leikur biskup C5 að leika þá bara H3 en ekki biskup C4 og valda þannig G4 ritin. Þannig ég held að þetta sé alveg nægjanlegt svar fyrir hvítan gegn Stafford Gambit.